í vlog toppþjálfunar. Við ætlum að vinna svolítið í því að vlogga núna í desembermánuði, enda stór og skemmtilegur mánuði framöndan í gyminu. Það sem ég er að gera nú til dæmis er að ég er að prógrama daginn og vikuna. Þá nota ég app sem heitir Teambuilder og þar teikna ég upp sem sagt prógrami fyrir hvern og einn íþróttamann með ákveðnum áherslum eftir hvað þið þurfa að leggja áherslur á út frá markmiðum eða út frá greiningum. Ég er til dæmis með nokkra sem eru 2 sinnum í viku á off-seasoni samhliða fótboltanum og þá er ég búinn að búa til svona template þar sem ég byggi sem sagt upp beinagrindina, að hvernig prógramið er byggt upp eftir því hvað þessir einstaklingar þurfa að gera. Til dæmis dagur 1 þá erum við með að max effort æfingar og dynamic æfingar blandaða saman, nema til dæmis max effort æfingin geti verið fyrir fætur, hnébeygja, deadlift, einhvers konar útfærsla því á sama tíma og þá dynamic æfingin sé þá einhvers konar sprettur, eitthvað boltakast, einhvers konar plyometric æfing. Þannig með að blanda þessu saman á að leika með smá svona eiginleika hvort sem við erum að vinna í dynamic eða max effort. Þetta er smá pröfutilraun hjá með þetta árið, en so far hefur það gengið mjög vel og mjög skemmtileg uppsetning. Það er mjög fjölmennur hópur hérna kl. 11, það verður gaman að fylgjast með því, tökum klárlega myndbönd frá þeim tíma.
Það er alltaf lægið þá í börnum, þú veist, það er ekki að vera alltaf saman tíma, það er annars beina hendur og svo yfir aðeins og því halda spennu. Við fáum helling af íþróttafólkið í dag. Þar að meðal koma 4 leikmenn frá EFK Norrköping. Klúbburinn sendi á þetta til mín og við erum að taka mælingar í dag og tökum klárlega vídeo upp á því. Þannig að þrýstökkið er þannig. Það er basically hoppur bara í svangi hverju hoppur að getið. Þannig að lána hverju kontaktið í hverju hoppur. Það er byrja á tveimur. Hoppur bara 2, 2, 2. Já, ok, alltaf á tveimur, alltaf á tveimur. Þannig að það er lengst þannig. Ég er alltaf verið svo fokki línur upp í svona. Það er stutt í jörðu. Já, þú notar þetta í jörðu og það kýla þig á það. Það er ekki það. Passa chicken headed. Í gær sett ég inn á Instagram sem sagt skoðanakönnun hvort að fólk vildi sjá vlog frá toppþjálfun og nú eru 115 búin að svara. Það eru 111 sem segja já takk og 4 sem segja nei takk af þeim 364 sem horfðu á þetta eða sáu þetta Insta story apparat. Ég ætla ekki að fara að telja upp alla sem sögðu já takk en Ósi, Hjalti, Árni, Arnar, sorry, ég ætla samt að gera vlogið. Þið getur bara sleppt í að fylgja mér á YouTube eða ég nenni ekki að horfa á þetta. Þið hinn, 100 og, hvað sagði ég, 111 talsins ekki satt. Góða skemmtun, því við viljum reyna að hafa nógu marga vlog þætti í desember, enda mjög skemmtilegir tíma framöndan. Margir að koma að leggja hart að sér og
eru að koma í frí sem atvinnumenn bæði off-season eða þá svona semi-pre-season og eru margir sem ætla að reyna sitt besta til að komast í HM Hope, enda HM í Rússlandi ekki eftir nema hvað, 6 mánuði.